Góðan daginn. Við erum með tvö mál hér á dagskrá. Það fyrst efst á baugi í 4 liðum, stefnumótun, lykiltölur, fjármál og viðburði framundan. Og síðan veiting viðurkenninga til 3 starfsmanna fyrir lofsverðan árangur í starfi, sem sennilega skemmtilegasti liðurinn hér. En mér langar aðeins að fara yfir mál sem efst á baugi. Takk ykkur kærlega fyrir að koma á fundinn. Það laus sæti hérna frammi ef fólk að leita sætum. Stefnumótun Háskóla Íslands hefur verið í gangi eins og fólk hefur eflaust tekið eftir á þessu misseri og það hefur stýrihópur starfað í umboði rektors með 5 einstaklingum og formenn stýrihópsins Steinunn Gestsdóttir prófessor og Sigurður Magnússon prófessor. Og síðan hefur verið stærri stefnumótunarhópur með 25 manns og hann samansettur úr, það 2 fulltrúar frá fræðasviðum, það formenn starfsnefnda, háskólaráðs, fulltrúar stúdenta, fulltrúar úr stjórnsýslu, fulltrúar utanaðkomandi aðila og alls þetta 30 manna teymi. Og stýrihópurinn með vinnuna á milli funda og hefur þetta gengið ágætlega. Það lögð mikil áhersla á víðtækt samráð við starfsfólk, stúdenta og ytri aðila og það byggt á fyrirliggjandi gögnum. Þá erum við aðalega að tala ýmiss konar skýrslur, úttektir sem liggja fyrir, meðal annars úttekt á Háskóla Íslands sem var gerð núna fyrr á árinu og sjálfsmatsskýrslur sem tala á til grundvallar. Allar sjálfsmatsskýrslur háskólans sem hafa verið núna undanförnum árum fyrir einstaka deildir og þverfræðilegar námsbrautir. Síðan það langtíma áherslur sem svona megin þátturinn í þessari stefnumótun. Það ekki verið að reyna að ná öllum helstu atriðum inn. Það breiðu línurnar í starfinu og það lögð áhersla á að vera með skýr markmið sem þó mælanleg og síðan setja fram aðgerða áætlun sem væri tímasett. Og hugmyndin sú að aðgerða áætlunin verði uppfærð árlega og verði þess vegna einhvers konar lifandi plagg. Og ef við lítum á stöðu málsins þá voru stefnudrög lögð fram í upphafi nóvember til umræðu og það var opnuð þá líka vefgátt númer 2 sem stóð í 2 vikur opin og allir gáttu þá komið með athugasemdir og hún var í framhaldi af vefgátt 1 sem var í september. Það sem megin áherslan var á gildi og áherslur í stefnunni en í vefgátt 2 var talað markmið og mögulegar aðgerðir. Þetta var rætt á háskólaþingi, þessi drög, þau voru rætt á háskólaþingi 13. nóvember, síðan var opinn samráðsfundur hér 17. nóvember, fundur með stúdentum var haldinn núna tiltölulega nýlega og það hafa komið athugasemdir frá deildum og einstökum aðilum. Deildir hafa haft þetta til umfjöllunar og höfðu það í 3 vikur en það ennþá möguleiki að koma með athugasemdir við plaggið og það má segja að það hafi borist fjölmargar ábendingar og það verið að vinna úr þeim. Ef við skoðum aðeins vefgátt 2, það var ágætis þáttaka í þeirri könnun og hún var kannski aðeins minni en fyrir vefgátt 1 en ef við skoðum hvernig hlutfall svarenda var, þá voru 54% svarenda voru akademíski starfsmenn, 29% aðri starfsmenn og síðan 16% stúdentar. Og ef við skoðum niðurstöður, þá mjög góður samhljómur á milli þess sem var í stefnunni og þess sem voru viðbrögð þeirra sem svöruðu. Og hér þetta sýnt með litakóða frá mjög ánægður, frekar ánægður, hvorki ánægður, né óánægður, frekar óánægður, mjög óánægður og vil ekki svara. Og hérna sett upp sýn Háskóla Íslands í fremstu röð, gildi, áherslur, markmið og dæmi aðgerðir. Og við sjáum bara á þessum litakóðum ef við skoðum einstaka niðurstöður að við erum að tala 60–70% eru ánægðir eða mjög ánægðir eða frekar ánægðir og það mjög fáir, sérstaklega við skoðum markmiðin sem eru mjög óánægðir. Svo það góður samhljómur eins og ég segi. Það sem kannski kemur síst hér út dæmi aðgerðir en það bara algjörlega í vinnslu og einmitt verkefni dagsins í dag. Svo þetta var góð niðurstaða. Svo eins og ég sagði, nú verið að vinna úr athugasemdum, það verið að útfæra aðgerðaáætlun, lokadrögum verður skilað núna í desember
og síðan verður kynning á þeim í janúar og háskólaþing og háskólaráð munu síðan fjalla málið og afgreiða á vormisseri. Það önnur mál, mörg önnur mál í vinnslu og ég vil nefna nokkur þeirra hér. Það verið að endurskoða málstefnu Háskóla Íslands þar sem koma saman fulltrúar allra fræðasviða og fulltrúar stúdenta og þar Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor í forsvari sem formaður. Síðan í gangi úttekt á miðlægri stjórnsýslu undir forystu Ómars Kristmundssonar prófessors og Ásta Möller hefur tekið virkan þátt í þeirri vinnu með honum og sú vinna í gangi og henni mun ljúka á næsta ári. En það koma svona fyrstu niðurstöður mjög fljótlega. Síðan úttekt á matskerfi opinberra háskóla í gangi, það sjálfsmat núna í gangi, þar sem í grunninn vísindanefnd opinberra háskólana og síðan 5 aðrir aðilar. Það verður gerð sjálfsmatsskýrsla, það búið að senda spurningalista til háskólana og ýmis aðila en síðan verður þessi sjálfsmatsskýrsla opin og það verður gefið tækifæri á að gera athugasemdir við hana. Og þessari vinnu mun þá ljúka á næsta ári. Síðan hefur verið skilað skýrslu sóknarfæri í námi í íþrótta- og heilsufræði við Háskóla Íslands. Þeirri skýrslu var upphaflega skilað í ágúst og hefur verið til meðhöndlunar. Háskólaráð ákvað síðan að skipa aðra nefnd sem vann úr þeirri skýrslu og fór yfir kosti varðandi þá hvort að námi í íþrótta- og heilsufræði ætti að vera á Laugarvatni eða í Reykjavík aðalega. Og þeirri skýrslu hefur nýlega verið skilað til Háskólaráðs og þetta mál á vettvangi Háskólaráðs og verður afgreitt á næsta ári í byrjun árs. Síðan var kláruð skýrsla sem Ásta Möller vann rannsóknarstofnanir Háskóla Íslands, mjög ítarleg skýrsla og hún hefur verið í umsagnarferli og hún fer á borð Háskólaráðs núna í janúar. Þetta bara dæmi verkefni sem eru í gangi. En mig langar að ræða þessum lykiltölur úr starfi Háskóla Íslands. Það var gefið út plagg hérna, bæklingur sem heitir lykiltölur og hann bæði í prentuðu formi og líka á vefnum og þetta skjal sem verður uppfært árlega og verður gefið út næst í tengslum við ársfund Háskóla Íslands sem verður haldinn í vor. Og í þessum lykiltöluplaggi þá tekið árið í hnotskurn varðandi starfsfólk, nemendur, brautskráningar, birtingar og tekjur og síðan fjallað mannauð, starfsfólk, það fjallað nemendur og ýmisleg fjárhagsleg málefni og þetta svona einhver svona mynd sem hægt að fá af skólanum með því að skoða þetta og þetta skoðað yfir ætlunin að hafa 5 ára tímabil, það var byrjað á því að skoða 6 ára tímabil en með því að hafa þetta yfir lengra tímabil þá hægt að sjá þróunina í starfi skólans. Mér langar líka aðeins að ræða svona bara lykiltölur rannsóknir þá ef við skoðum aðeins lengri tíma, 30 ár. Ég var með ávarp á ársfundi Rannís daginn sem var aldar, sem var afmælisþing, ætlaði að segja, 75 ára afmælisþing og þá tók ég þessi 30 ár og skoðaði þróunina út frá birtingum og tilvitnunum miðað við Web of Science og þá erum við að tala ESI birtingar, það ekki bara tímaritsgreinar, það ráðstefnugreinar, það bækur, það bókakaflar og ýmiss konar annað efni. Og hér var notað greiningatæki Insights og Insights Essential Science Indicators. Svo þetta gefur svona í það minnsta einhverja mynd af hvernig skólinn hefur þróast, rannsóknir við skólan og síðan voru notaðar staðtölur skólans. Og ef við skoðum þetta hvernig hlutirnir hafa breyst hérna frá 1984 þá hefur akademískum starfsmönnum fjölgað bara þrefaldast, getum við sagt. Nemendur, þeir hafa rúmlega þrefaldast, en brautskráningar á þessum tíma hafa sexfaldast. Og aðalbreytingin í meistar- og doktorsnámi, ef við skoðum hvernig þetta var 1984, þá var slíkt nám mjög lítið og á síðasta ári vorum við með 908 brautskráða meistara og 82 brautskráða doktora, þeir verða 65 á þessu ári. En ef við tökum þessar birtingar, ESI birtingar, þá hafa þær
rúmlega 20-faldast úr 41 í 870 og tilvitnanir hafa tæplega 30-faldast. Og þetta mynd sem sýnir hvernig þessar birtingar, hvernig þeim hefur fjölgað á þessum tíma, og við sjáum þarna í lokin að það aðeins að koma dífa sem ákveðið áhyggjuefni, en það greinilegt að þetta hefur mikill vöxtur á þessum tíma, og ef við berum þetta saman við heimsmeðaltalið, þá sjáum við að frá 1999, ef við tökum styttra tímabil, að heimsmeðaltalið birtingum hefur fjölgað 78%, en við Háskóla Íslands 320%. Og þetta sýnir mjög mikla breytingar innan háskólans og áherslur á birtingar innan skólans. Og tilvitnunum hefur fjölgað eins og ég nefndi. Þetta svona veldishækkun, getum við sagt. Þetta tæplega 30-föld hækkun á þessu tímabili. Og síðan mjög áhugavert að skoða áhrifastöður birtinga. Og á þessu tímabili þá sjáum við að núna undir lokin þá áhrifastöðullinn að hækka. Hér heimsmeðaltalið 1, þetta normað miðað við 1, og við sjáum að þetta upp á við þarna í lokin, en Háskóli Íslands í gegnum tíðina hefur verið fyrir ofan heimsmeðaltal, en við getum sagt að það sem vinstra megin hérna byggt á færri greinum og ekki eins marktækt, en við sjáum svona í seinni tíð þá áhrifastöðullinn mjög góður. Og við sjáum þetta líka ef við skoðum birtingar sem fá mjög margar tilvitnanir, svo kallar highly cited papers, að þeim hefur tæplega þrefaldast síðan 2005 til 2009, úr 42 í 111, og síðan farið að mæla svo kallar hot papers, sem eru greinar sem hafa topp 0,1% tilvitnanir, tilvitnaðra greina í heiminum, sem algjörlega á toppnum, að þeim hefur fjölgað úr 3 upp í 10 á síðust árum. Og það sýnir bara að það gríðarlega mikið vitnað í greinar hérna innan Háskóla Íslands. Ef við skoðum samstarf út frá birtingum, þá þessi mynd hérna, hún eiginlega sýnir heiminn, getum við sagt, og það sem dekkst það sem mest samstarf, og síðan þetta gráa, þar ekkert samstarf. Við sjáum að nánast allur heimurinn í samstarfi við starfsfólk Háskóla Íslands, mest samstarfið innan lands, en það eru ýmis lönd sem það sem mjög mikið samstarf við, og það eru Bandaríkin þar á meðal, og Evrópa, sérstaklega Norðurlöndin, England, Frakkland og Ítalía. Og við sjáum það, ef við bara skoðum hérna tölur, Bandaríkin með 15,2% og síðan koma Norðurlöndin og þessi lönd sem ég nefndi sérstaklega. En við sjáum líka þarna 1920 að Kína og Rússland, það að auka samstarf við þau, og þau 1,1%. En ef við skoðum helstu samstarfsaðila Háskóla Íslands með við birtingar, þá stærsti samstarfsaðili Landspítali Háskólasjúkrahús, og þetta sem sagt stærðin á að endurspegla mikið samstarf í birtingum, en síðan koma Háskólinn í Kaupmannahöfn, franska rannsóknarstofnunin CNRS, National Institutes of Health, Harvard Háskóli, Karolinska, Aarhus Háskóli, Lundarháskóli, National Institute of Aging og University of Washington, Seattle. Þetta gefur einhverja mynd af samstarfinu, þetta mjög virkir samstarfsaðilar, virkar samstarfsstofnanir miðað við birtingar. En síðan það áhrifamáttur ef við skoðum einstök fræðasvið, og við notum 6 yfirflokka Frascati og skoðum hvernig áhrifamátturinn hefur breyst frá 1984, og hér aftur heimsmeðaltalið 1. Þá sjáum við miklar breytingar hvernig áhrifamátturinn hefur breyst. Og ef við skoðum þann dálk sem lengst til hægri, 2014, þá sjáum við að öll fræðasvið Háskóla Íslands eru vel yfir heimsmeðaltali, og ég vil vekja sérstaklega athygli á því að menntavísindi eru talin í Frascati innan félagsvísinda, og við sjáum með félagsvísindin með 2,93, en við erum með frá 1,78 og upp úr fyrir öll fræðasvið nema hugvísindi, og það má segja við hugvísindi, það eru mjög fáar greinar sem eru þarna bakvið, þessi mælikvarði virkar verst fyrir hugvísindi. En þetta svona ákveðin vísbending, og oft þegar verið að tala röðun Háskóla Íslands, þá Times Higher Education University World Rankings,
þá lögð áhersla á það að þetta eru birtingar og tilvitnanir sem halda Háskóli Íslands á listanum, og við sjáum það miðað við þetta að það eru öll fræðasvið sem eru að leggja til. Við erum allstaðar yfir heimsmeðaltali og það er mjög mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því. Og þegar við skoðum nýjustu röðun, við fengum nýja röðun frá Times Higher Education 1. október, þá Háskóli Íslands núna á Norðurlöndum í 17. til 18. sæti og í 251. til 275. sæti í heiminum. Og við sjáum það að þessi norrænu háskólar, þetta eru mjög sterkir háskólar sem eru í grendum okkur á listanum, og þessi árangur glæsilegur. Og þetta sem sagt birtingamáttur allra fræðasviða háskólans sem kemur þarna helst fram. Oft sagt að Háskóli Íslands mælist bara á einum lista. Það ekki rétt. Háskóli Íslands á mörgum listum. Hér einmitt bara tekið saman fjöldi lista þar sem Háskóli Íslands mælist á, og Háskóli Íslands að koma inn á fleiri svona lista og mun gera það á næstunni. Svo þetta var svona bara eitt sjónarhorn í það minnsta á starf Háskóli Íslands, og ég hvet ykkur til að kíkja á lykiltölurnar. En sumt af þessu sem ég var með kemur ekki þar fram. En þá langar mig að fjalla fjármál, og eins og þið vitið þá hafa kjarasamningar félagsprófessora og félagsháskólakennara verið samþykktir og voru samþykktir með yfir 90% atkvæða, og þessir kjarasamningar eru til 2019, og það mikilvægt að taka eitt sérstaklega fram að það var bæði miðlægur kjarasamningur og stofnanasamningur sem var samþykktur, og í stofnanasamningnum ný vídd sem kemur inn, og þessi vídd þannig að það talið stig, önnur stig en rannsóknarstig munu þar telja til þrepahækkana, og þá það kennslustig, stjórnunarstig, þjónustustig og svokölluð önnur stig. Svo þetta nýtt í samningnum, og svo ákvað háskólaráð á fundi sínum á fimmtudaginn að starfsskyldu prófessora, dósenta og lektora yrðu eins. Prófessorar hafa haft 48% kennslu, 12% stjórnun, 40% rannsóknir, svona í grunninn, en lektorar og dósentar hafa haft 50% kennslu og 50% rannsóknir, en núna frá fyrsta 2016 verður þetta aftur eins. Þetta hefur verið frábrugðið núna í 2 ár, þetta með 50%, en þetta verður eins, og það mikilvægt einmitt eitt út af þessum kjarasamningi, allir séu mældir eins. Síðan varðandi fjárlagafrumvarpið, á síðasta upplýsingafundi þá ræddi ég fjárlagafrumvarpið og viðbrögð háskólans við því. Það sem hefur núna gerst að frumvarpið komið inn í aðra umræðu, fjárlaganefnd búin að skila af sér tillögum, meirihlutinn leggur til viðbót í aldarafmælissjóð upp á 80 milljónir króna, sem ánægjuefni fyrir háskólann, þó að upphæðin gjarnan vilja hafa hærri upphæð, en þetta í fyrsta skipti í 2 ár sem kemur hækkun inn í sjóðinn, og framlag í sjóðinn fyrir 2016 verður þá 780 milljónir ef frumvarpið verður að lögum óbreytt. Síðan bætur vegna kjarasamninga. Háskólinn hafði áður fyrir fyrstu umræðu verið með rúmlega milljarð. Nú bætast þessar 80 milljónir króna við og rúmlega 300 milljónir vegna kjarasamninga. En ég legg mikla áherslu á að í framhaldinu munum við halda áfram samtali okkar við stjórnvöld samning varðandi aldarafmælissjóð, og þessi samningur nái til 2020. Það gríðarlega mikilvægt, og það verkefni eiginlega dagsins. Síðan munum við leggja mikla áherslu, eins og hefur verið lögð hingað til, að reikniflokkarnir verði teknir upp, og þetta svona stefnumálin fyrir nýja árið. Og þegar við tölum aldarafmælissjóðinn þá mikilvægt að skoða samanburði við Norðurlöndin. Ísland langt á eftir. Það var að koma ný skýrsla frá OECD, Education at a Glance 2015, og þar koma nýjar tölur. Ísland ennþá langt á eftir Norðurlöndunum. Skýrslurnar koma alltaf aftur í tíman, en það sést að ef við ætlum að ná þessu Norðurlanda meðaltali per ársnema þá þarf verulega að gefa í, og það verkefnið sem aldarafmælissjóður að reyna að leysa ásamt breytingum á reikniflokkum. Og ef við skoðum til dæmis tölur úr þessum skýrslum, breyting og útgjöldum
til háskóla á Norðurlöndum og á Íslandi 2005-2012. Hérna höfum við á lárétta ásnum höfum við kaupmáttarjafnaða breyting á framlögum á hvern ársnemanda og síðan höfum við framlögin á lóðrétta ásnum. Þá sést að Ísland sker sig úr á þessu tímabili, þá hafa framlögin lækkað 15% þegar þau hafa annarkvort staðið í staðið að hækkað á hinum löndunum, þetta kaupmáttarjafnað. Og þetta bara sýnir að myndin dökk fyrir okkur og ég vil benda á í sambandi við þetta að þegar EUA var með úttekt á Háskóla Íslands árið 2005 þá var ein megin niðurstaða þeirra að háskólinn væri undir fjármagnaður og myndin hefur ekki batnað hvað þetta varðar. Sjálfsögðu var hér hrun en þetta verkefni okkar að ræða við stjórnvöld. Svo ef við förum út í viðburði framundan þá eins og ég nefndi, þá það stefna Háskóla Íslands, hún verður rædd á Háskólaþingi á vormessinu 2016. Síðan það fundaröðin fræði og fjölmenning, hún í gangi, fyrsti fundur var 25. nóvember, að henni standa öll fræðasvið og stofnanir innan háskólans og stúdentaráð. Fyrsti fundur var fjölmenningu, stjórnmál og fjölmiðla, annar fundur í Þjóðminjasafninu á morgun fjölmenningu og menntun og síðan verður á næsta ári ráðstefna þetta mál og það verður fundaröðin, það miðað við að verði einn fundur í mánuði og það fjölmenning og tungumál, fjölmenning, lög og mannréttindi og fleiri efni sem verða tekin fyrir. Brautskráning kandidata verður í Háskólabíói 20. febrúar og Háskóladagurinn 5. mars 2016. Svo þetta var svona yfirlit yfir það sem efst á baugi. En þá komum við að veitingu viðurkenninga til 3 starfsmanna fyrir lofsverðan árangur í starfi sem seinni hluti þessa fundar. Og frá árinu 1999 hefur 3 starfsmönnum verið veitt viðurkenning fyrir lofsverðan árangur og það 3 þættir, það kennsla, rannsóknir og síðan önnur störf í þágu Háskóla Íslands. Og þetta svona hluti af gæðakerfi Háskóla Íslands að gera þetta og tilnefningaferli þannig að allir nemendur geta tilnefnt til viðurkenninga fyrir kennslu, allir starfsmenn geta tilnefnt til viðurkenninga fyrir rannsóknir og fyrir önnur störf, það tölvupóstur sendur út og síðan það kennslumálanefnd Háskólaráðs sem tilnefnir 3 kennara og vísindanefnd Háskólaráðs tilnefnir 3 rannsakendur. Og það valnefnd og formaður hennar að þessu sinni var Ebba Þóra Kvanberg, prófessor og varaforseti Háskólaráðs. Sveinbjörn Björnsson, prófessor emeritus og fyrrverandi rektor var fulltrúi fyrrverandi kennara og Margrét Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður var fulltrúi fyrrverandi nemenda en Margrét fulltrúi í Háskólaráði og ég þakka nefndinni innilega fyrir hennar störf. Og það sem ég vildi segja að nefndin, hún fær allar tilnefningar, hún fær sem sagt allt sem kemur inn á netinu, allt sem kemur inn og til viðbótar fær hún það sem kennslumálanefnd og vísindanefnd leggja fram. Og þá okkur ekkert að vanbúnaði, bara að segja viðurkenningu fyrir lofsvert framlag til kennslu hlýtur Urður Njarðvík, dósent við sálfræðideild á heilbrigðisvísindasviði. Urður, gerðu svo vel. Og ég ætla að lesa hér greinargerð valnefndar sem hljóðar svo. Urður Njarðvík lauk BA-prófi í sálfræði frá Háskóla Íslands árið 1993, MA-prófi í klíniskri barnasálfræði frá Louisiana State University árið 1997 og doktorsgráðu í sömu grein frá sama háskóla árið 2000. Hún laut jafnframt löggildingu sem sálfræðingur árið 2001
og sérfræði viðurkenningu í klínískri barnasálfræði frá heilbrigðisráðuneytinu árið 2005. Urður starfaði sem sálfræðingur á barna- og unglingageðdeild Landspítalans frá árinu 2000 og sem yfirsálfræðingur 2003-2005, auk þess sem hún starfrækti eigin sálfræðistofu á árunum 2006-2008. Urður hefur starfað við Háskóla Íslands í hálfan annan áratug, fyrst sem stundakennari á árunum 2000-2008, sem lektor 2008-2013 og sem dósent frá 2013. Hún hefur haft með höndum kennslu bæði í grunn- og framhaldsnámi, ýmist í fjölmennum fyrstaársnámskeiðum, vinsælum valnámskeiðum eða klínískum framhaldsnámskeiðum. Urður ákaflega vinsæll kennari og hefur tekið þessi mikla kennslu og sinnt henni af einstækri alúð og ósérhlífni. Hún á auðvelt með að glæða áhuga nemenda á viðfangsefninu og lætur sig hag þeirra varða umfram skyldur og rútínu. Hún hefur fengið mjög góða umsögn í kennslukönnunum bæði fyrir grunn- og framhaldsnámskeið. Urður hefur jafnframt sinnt kennslustjórn í framhaldsnámi og farist það einkar vel úr hendi í góðu samstarfi við nemendur. Jafnframt hefur Urður verið ötul við að sinna eigin rannsóknum og náða að tengja þær vel kennslunni. Urður Njarðvík tekur virkan þátt í góðum hópi kennara í sálfræðideild sem lyftir grettistaki árlega í kennslu og miðlun efnis til gríðarlegs fjölda nemenda. Hún frábær fulltrúi hópsins sem lætur sér annt starf sitt, nemendur og orðstýr Háskóla Íslands. Háskóli Íslands vill með þessari viðurkenningu þakka Urði Njarðvík fyrir lofsvert framlag hennar til kennslu við skólann. Þá það næsta viðurkenning. Viðurkenninguna fyrir lofsvert framlag til rannsókna hlýtur Hannes Jónsson, prófessor við raunvísindadeild á verkfræði- og náttúruvísindasviði Háskóla Íslands. Þá það greinargerð valnefndar. Hannes Jónsson lauk BS-prófi í efnafræði frá Háskóla Íslands árið 1980, doktorsprófi frá University of California, San Diego árið 1985 og starfaði síðan sem nýdoktor við Stanford Háskóla. Hann gegndi einnig starfi lektors, dósents og síðar prófessors við University of Washington í Seattle. Frá árinu 2000 hefur hann starfað sem prófessor við Háskóla Íslands. Þá hefur hann verið gestaprófessor við Danmarks Tekniske Universitet, Stanford í Kaliforníu, Brown Háskóla á Rhode Island og Aalto Háskóla í Finnlandi. Rannsóknarsvið Hannesar einkum á sviði reikni efnafræði og reikni eðlisfræði sem gengur út á það að spá fyrir eiginleika efna með tölvureikningum sem byggjast á grundvallarlíkingum eðlisfræðinar. Nýja reikniaðferðir eru þróaðar til að meta gang og hraða umræðana á atómum og segulvigurum sem og aðferðir til að lýsa grundvallar eiginleikum rafeindakerfa. Hagnýt beiting þessara aðferða meðal annars í rannsóknum á nanókerfum, efnahvötum, hálfleiðurum, vexti kristalla og atómklassa og leitað betri efnum fyrir sólhlöður. Hannes Jónsson meðal mikilvirkustu vísindamanna Háskóla Íslands og hefur hann ásamt samstarfsfólki sínu birt fjölda vísindagreina í alþjóðlegum vísindaritum. Fyrir utan afburðaritvirkni eru áhrif birtinga hans mikil. Tilvitnanir í verk Hannesar í Web of Science eru rúmlega 13.000 og þar af 9.000 frá árinu 2008. Í Google Scholar eru 20.000 tilvitnanir í birtingar hans. Hannes hefur leiðbeint fjölda framhaldsnema og hefur hann verið aðaleiðbeinandi 21 doktorsnema. Hannes hefur gegnt margvíslegum stjórnunarstörfum innan og utan Háskóla Íslands og meðal annars setið í stjórn Raunvísindastofnunar, í fjármálanefnd, Háskólaráðs og í stjórn Rannsóknarsjóðs Vísinda- og tækniráðs. Þá hefur Hannes verið ötull í öflun styrkja, alls hafa styrkir fyrir hátt í 70 milljónir króna runnið til Háskóla Íslands vegna þátttöku Hannesar í samstarfsverkefnum með aðilum frá Evrópu og þá einkum Norðurlöndunum og Rússlandi. Háskóli Íslands vill með þessari viðurkenningu þakka Hannesi Jónssyni fyrir lofsvert framlag hans til rannsókna við skólann.
Þá það viðurkenning fyrir lofsvert framlag til stoðþjónustu við Háskóla Íslands og hana hlýtur Elva Ellersdóttir, deildarstjóri stjórnmálafræði deildar á skrifstofu félagsvísindasviðs Háskóla Íslands. Í greinargerð valnefndar segir: Elva Ellersdóttir hefur starfað sem deildarstjóri stjórnmálafræði deildar frá því að sú deild var til þegar nýtt skipulag og stjórnkerfi Háskóla Íslands tók gildi árið 2008, en áður starfaði Elva sem deildarstjóri í félagsvísindadeild. Elva hefur sýnt einstaka færni í starfi sínu sem deildarstjóri. Hún hefur yfirgripsmikla þekkingu jafnt á innviðum háskólans sem og því umhverfi sem skólinn starfar í. Hún vel að sér í innri málefnum stjórnmálafræðideildar, hvort heldur sem á sviði rannsókna, kennslu eða stjórnunar, og heldur afar vel utan fjárhagsleg málefni deildar. Hún hefur mikla skipulagshæfileika, raunsæ og útsjónarsöm. Á það hefur ekki síst reynt í þeim áskorunum sem skólinn hefur staðið frammi fyrir á árunum eftir efnahagshrunið árið 2008. Elva hefur til að bera einstaka samskiptahæfileika, hún öflugur samstarfsmaður og hefur verið deildinni mikilvæg kjölfesta. Hún reynist samstarfsmönnum sínum stoð í stóru og smáu og leysir úr vanda fólks í senn á faglegan og persónulegan máta. Þá ber Elva sig eftir góðum tengslum við nemendur og einkar vel lagið að greiða úr erindum þeirra og álitamálum á sanngjarnan hátt, en þó ætíð innan þess ramma sem háskólastarfinu settur. Þetta kemur ekki aðeins fram í samskiptum við nemendur, heldur sést það einnig ótvírætt í niðurstöðum viðhorfskannana þar sem yfirgnæfandi meirihluti nemenda við stjórnmálafræðideild svarar því játandi að hafa geta leitað til kennara eða annars starfsfólks þegar á hefur þurft að halda. Háskóli Íslands vill með þessari viðurkenningu þakka Elvu Ellersdóttur fyrir lofsvert framlag hennar til stoðþjónustu við skólann. Ég óska öllum verðlaunahöfum innilega til hamingju og óska eftir því hérna í lokin að þau komi aftur upp og fáum smá myndatöku, en það bara þetta búið. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna og svo vil ég líka náttúrulega þakka dómnefndinni aftur fyrir mjög vel unnin störf og bara óska ykkur allsins best á aðventunni, en hér eru svona einhverja jólaveitinga frammi og ég vona að þið getið staldrað við og notið þeirra og spjallað. Takk kærlega fyrir fundinn.